Nói á örkinni Já öll dýrin á örkinni voru eitthvað pyrruð á að var húkin í litla bát þannig að hann gekk með tegjubissu og ávexti og svo var að skjóta á öll dýrin Mata þau Já og hann var bara að skjóta á þau eplum og tómutum og eitthvað þannig til að dýrin sopnuði bara í eitthvað svona foodkoma It's biblically fun Já, akkurat og þetta var eitthvað svona biblíuleikur Skál Það var þetta ég líka Skál Þarna koma Velkomnir þér Takk fyrir Á þessum yndislega degi Svo gaman að sjá okkur strákar Sömuleiðis Hvað? Það er smá orkuleysi hérna hjá mér sko Ég er enda pínu líka Ávast, ert þú þunnur eða? Nei, ég bara Ég veit það ekki I'm doing nothing Já Ég er þreytur á að gera ekki neitt Akkurat, það er bara svolítið þannig sko Ég er að finna Ég komst í sumafrí hér Velkomin í sumafrí Takk Og ég er einhvern veginn svona Fekk hérna svona Þetta sumafría veikina Þegar maður kemur alltaf bara Já, þetta er búið Líka með bara svona Shutting down Bara ég þólið ekki Búin að vera að keyra áfram á adrenalínu bara á koffinu og eitthvað Ætla að klára allt saman sem þú mögulega getur fyrir frí Stilla öllu upp og síðan er maður bara ok Getið lifað án mín ok Síðan er maður bara heima Ég held að ég var bara komið hita í gær í smástund, ég var bara að standa upp svo ég opnaði með búblur og spilaði smá Rocket League Já, geggjant sko Ég bara, get ekki beðið eftir að njóta þess að vera í sumafrí Ég get ekki fucking jack Já, Yndislegt það er svo gott Það er bara vona að vera bara sól og blíða Já, en þú ert nú að fara til Dublin Ég er að fara til Dublin Dublin Ég ætla að fara aðeins en það er rigning í Dublin Það er alltaf rigning á Írlandi Ég veit það Ég var líka bara ég ætla að vona að vera sól Þessi 3 dagar sem vera þetta Nei, það er rigning Átjánstegi hiti en rigning Já, Írland eða Dublin þú ert ekki farað þangað til þess að fara á ströndina sko. Þú ert að farað þangað til þess að rölda á milli pubba Já og þú veist, that's it drekka Guinness Kiss the Blarney Stone Kiss the Blarney Sko, við erum að fara að stekja hérna við okkar og það er sko, hann er mjög hávaxinn hérna, þetta er Hversu hávaksin er hann? Ég er að reyna að koma með eitthvað ég náði ekki það var alltaf seint Too late Það er hérna og hann er, það er síða hérna í Dublin þú getur leikt dverg í leprechaun búning já og handjafnaðan við sko, hann er svona 2 metrar hæg Já, ég mitt það var svo fyndið ég er alveg bara, ég þarf að selja strákunum þetta þeir eru, hérna sem er að gifta sig hann er svona hlétrægur svona rólegur mjög rólegur, já og hérna, þetta var svo fyndið sko já. Bara, hérna er bara your leprechaun for an hour sem kemur kæra Who took my pot of gold? Já. Who took my pot of gold? My lucky charm Yeah, that tree, that is síðan verður sko kemur hérna eftir ferðina regla já hérna Birkir í búblur og bjór fekk ákæru fyrir að mistyrma dverg reynda hendunum eða eitthvað Já, dvergakastið Nei, ég minna hann er sjálf viljugur hann greinilega, ég skil vona það hann sé ekki þræll bara eða eitthvað Það er pimpin sem hann er pimpaður út Dólgurinn maður, shit Svo ég verð að selja með þetta sko Þetta væri awesome Sko, ég vil fá öll myndböndin Já, klálega nákvæmlega ég væri svo til í þetta ég verð að gera þetta Ef Daði var ef við varum að gera þetta við Daða ekki spurning, ég myndi pitcha inn í þetta Já. Eða ekki 100% Þetta er bara, þetta er sjúklega fyndið alvan daginn sko já, ef þeir vilja þetta ekki Við elskum lítið fólk
þá ætla ég bara leigja hann fyrir mig og haldi í hendina og að labba í búðir Ógeðslega random ég ætla ekki að vera svona leðileg við lítið fólk það ég sko, lítill sjálfur sko. Já svo ég má þetta sko. Já Er það ekki? Einmitt. Jú, þannig virkar reglunar Já, er það ekki? Jú, þú ert náttúrulega ekki lítill það er lítill lágvaxinn. Okay. Ég er hávaxinn smámaður Já, einmitt Það er í röngur líkamann, þú fættist í röngur líkamann Hvað er hérna svona drauma sumafrí ykkar? Veistu það, ég bara eiginlega upplifaði það hérna í fyrra það var bara ég fyrsta skipti sem ég fór til tenni var í fyrra Já, ok þannig að það var svona fyrsta upplifunin af tenni og það var bara æðislegt Þú veist svona, þú veist, eini maðurinn sem hefur ekki séð Game of Thrones eða eitthvað Já, mér leiði akkurat þannig Ég veit ekki séð það Nei, ok, eini maðurinn Já. og það var annan hver dag þá bara gerðum við eitthvað skemmtilegt fórum og hérna eitthvað ferð upp á eldfjallið og eða fórum hérna eitthvað fallíf yfir sjóin eða sjónökkva eða bara gerðum eitthvað og svo bara inn á milli voru bara tætnar upp í loft og síminn var bara á silent Já, það gekk ekki Ég gerði þetta með eitthvað svipað í fyrra leigja snekkju og eitthvað svona já, einmitt Bara as you do As you do leiðum okkur snekkju Er þú Davíð, ertu búin að upplifa það? Hvað er drauma fríðitt? Ég veit það ekki, ég, sko Everybody just leave me the fuck alone Á nákvæmlega Bara einn Svörtu herbyggi, myrku Nákvæmlega, með Pornhub opið og bara, þú veist, já, það er bara sáttur, sko Nóa viski og bjór Já, einmitt Happy time, happy place Það er ekki happy Þetta er svona þessi Happy Gilmore Hans happy place var svona allir svona yey og veistu, hún með bjórin og var svona regnbogi og eitthvað svona hjá þér væri bara svona svart Já, það er svona ein talva svona, með svona extreme porn og viski og hangklæði og þar var einmitt dvergur sem var að Já. hvað var hann að gera þar? var hann ekki á svona stöng svona, þykist svona veist, vera á hérna hesti Já, það var þegar allt var svart, sko wow, you lost me í Happy Gilmore Já, þegar hann fór í Happy Place já, það getur verið Vá, hvað er langt sinni ég sá saman hann alltaf Happy Gilmore 2 að koma Já, ég sá það Það er ekki það verður eitthvað Vonandi og verður bara, já við getum ekki gert nýja, við ætlum að gera alveg eins mynd bara nú er allir gamlir í sömu fötunum sömu föt hvað er málið með það Já, þegar það er gamli karakter að koma tilbaka eftir 20 ára eitthvað þá er allir bara mannst eftir henni hún var í þessum fötum margali really? Þetta er eins og í Jurassic Park 3 hérna nýjusti, hérna Lost World eða hvað já, og þá, veist, konan sem var í fyrstu myndinni þegar hún stóð upp hérna Laura Dern eða hvað já, eitthvað, hún var í hérna Gíversti ekkur eða ekki já, nei, hún var í hérna rauðu hérna skyrtinni svona bundið og buxunum og eitthvað svona hún er komin aftur í sömu fötunum og hún gerði nákvæmlega saman tók lérugn, what? Og þá var eitthvað, ég var bara what? Og síðan líka Dumb and Dumber 2 nýjustu, 20 árum setna nákvæmlega sömu fötunum og ég ekki really? Give us some credit hérna, við munum hverju leikar nákvæmlega, veist, okkur er þurfað að vera í sömu fötunum. Þetta er spurning upp á tilfinninganlega nálgun og tengingu við karakterin. Það er sálfræði bak við þetta. Ábyggilega sko. Ábyggilega. Já, ég veit ekki. Þetta var ekki svarið sem þú varst að vonast eftir. Nei. Eitthvað svar sem actually make sense bara. That made too much sense. You're fired. Shit. Já, nei, ég reyndar, við gerðum smá skyndi hugdættu, ég og kona mín núna daginn. Já, að gera það. Já. Til hamingju. Takk fyrir. Ég er ennþá að jafna mig. Should we do it? Já, tókuðu ekki bara ákvörðuna því gerðu það? Já, akkurat. Shit, maður. Nei, það var eitthvað tilboð hjá Icelandair. Já. Og við keyptum okkur svo ferð til Istanbul. Núna? Já.
bara Já, við erum að fara í október næs Tyrkland. Má ég koma með? Já, það er ekki það Nei, takk, ég sá eftir þessu strax þriðja hjóli alltaf dung og skilja hverju á Erdogan frá okkur Já, Erdogan frændi hver er það? Fórsetin En hérna, Hvernig vitið það? Einræðis herran hann er svona skeri gaur bara Hvernig vitið þetta bara? Þið fylgist með fréttum Æ, ég fylgist ekki En nei, þú veist, þetta er náttúrulega Þetta er múslimaland Já, Og hérna, en þetta er samt ekki Þú veist, þetta er svona múslimaland light, skilur við Diet múslimaland ég er bara með nokkra blaðsýr á kóranunum Bara nokkrar Já, þeir eru búin að taka út nokkra blaðsíður, skilur við Þannig að, ok. þú veist, ég gæti Þú veist, ég veit ekki hvort að það sé auðvelt að finna sér Þú veist, svínakjöt þarna til dæmis Eða eitthvað svoleiðis, Ok. en þú getur alveg drukkið þarna til dæmis Það er fyrir Og það er fyrir öllu, annars væri ég ekki að fara á okkar Fara í edruland Já, Þú væri bara kill me Ekkert skrítið að þeir sé allir að reykja ópíum þarna, þú veist, þeir fá ekki áfengi sitt Það væri sann svo fyndi Davíð mætir, ekkert áfengi bara, já, beint í ópíum Þú myndir gera það Bara í fríhöfninni bara, hvað er áfengið? Bara ekkert áfengi, bara ópíum Sign me the fuck Ok En nei, hérna en þú veist, við þurftum actually að checka þú veist, ok, við erum ekki gift megum við vera saman í hótelherbergi og eitthvað svona, skilur við Því að það er ekki leyfilegt hvar sem er, skilur við En við megum það þarna Ok, ef við varum að fara til, þú veist, Íran eða Afganistan eða Pakistan eða eitthvað svoleiðis þá mættum við ekki vera saman á hótelherbergi nema að vera gift í alvöru Já, 100% Og hérna Það er og þú veist, weird og að leiðast bara út á götu og eitthvað svona, það er svona frowned upon, sko og allt svona, þú veist, ég myndi þetta í huga að kissa hana til dæmis út á götu eitthvað staðar Veit hvað? það var bara, þú veist, það getur verið hægt og reitt, sko Já, kona mín var með svona mikla mótróraskun Já. og hún væri bara Ég var bara því að má ekki Góði hérna, kistu mig Já, og sér haldi í hendinu og síðan eitthvað bara ég er Klípir rassinn og- Já, nákvæmlega, klifti mig núna Sjáðu þetta er prestur, kistu mig and we're shot Já, í fangelsi og grýtt til döðar En nei, hérna þetta er einmitt Okkur Við höfum það rætt í þetta- þetta land bara kostaði ótrúlega lítið og þú veist, að vera þarna Já, kostar ekki raskat það er ógeðslega ódýrt að vera þarna í alvöru Já, það er bara Wonder why Já, nokkulega Okkur fórst ekki í Úkraínu eða eitthvað Það er örgulega enda ódýrar núna Já, reyndar ég ætlaði alltaf að fara til Úkraínu Úkraína var fyrir stríðið voru lægstu meðalaunin í Evrópu í Úkraínu þannig að þú getur ímyndaðir hvað þú veist það kostar að lifa það, skilur Geðvikt Já, Við þurfum að reyndar Draumaferðin mín er þegar við strákarnir förum einhvert í einhvern bunker fullt af áfengi og það sem við getum verið að skjóta úr sko hérna fattbissum og Já. svona, veist, gatling Fara á byssusvæði já, og vera veist, skjóta úr skriðdrega þetta var erfitt það var geðvikt vera Þetta bara hardcore fyllir Þetta Já. er ekkert í Pólandi Sko, ég gerði þetta í Litáen í rétt fyrir utan Vilnius þá vorum við sótt bara og keyrið eitthvað út í skó og skotin pínu spooky kom bara einhver gaur á svörtum Benz og svo bara keyrir hann eitthvað út í frumskó og hérna, þetta var vetri til þetta var janúar eða eitthvað og við byrjuðum á því að fara í skriðdreka fengum endar ekki að keyra skriðdrekan en hérna, við vorum bara farþegar og keyrðum hérna eitthvað í kringum skógin eitthvað á skriðdreka svo þegar það var búið, þá fóru þeir og tóku okkur hérna í skúr eða gámið eitthvað og bara, vodka og við alveg, nei, við erum að fara hérna við hliðinu og skjóta byssum þeir bara, it's okay vodka, eitthvað, þannig að við bara fórum að sturta í okkur vodka og hérna svo rölduðum við þar sem byssusvæði var og þar er mitt fengum við að skjóta reyndar ekki fallbyssum og gatling eða eitthvað svoleiðis en þú veist, það var MP5, AK-47 Desert Eagle, þú veist alls konar byssur þar sem við fengum að skjóta bara eitthvað út í skógi, skiljum við, það var awesome lærður þetta ekki bara allt saman af Call of Duty? Jú vel gert Oh my god Þetta er ekki góð Jú, tenging þetta var flott segway Segway í því Já, Við þurfum að tala upp á um 10. sko, hérna, tölvuleiki og hérna, þetta, ég er að gera mitt besta hérna. Sneaker, þetta var flott
Þetta var flott Ég var líka bara svona Ég var bara Yes, ég er komið með tenginguna Hvað er fyrsta minningin ykkar frá töluleikim? Sko, ég var að mynda Ég er búin að vera að hugsa þetta Give me it Já, ekki svo vel Pabbi minn, hann átti tölvu sem ég man ekki hvað heitir en notaði kassettur svona svo hljóðsnældur Atari Getur verið, já og ég man, hann átti líka eitthvað snúbíleik í þessari tölvu eða eitthvað það er svona mín fyrsta minning það er örugglega, þú veist, 80 ég veit ekki, 7, 8 kannski eitthvað svoleiðis. Vá. Þannig að, já En ekki á þeir Stóri bróður minn átti hann 10 ára eldri en ég þannig að hann og svolítið svona tækja kall getur sagt og þegar hann var ungur þá sankaði hann að sér eitthvað svona dóti og gerði við það svona eitthvað gamla tölvur og hann átti eitthvað tölvuleik á eitthvað floppy disk gömlu stóru floppy disk Já. og það var eitthvað svona hermannakall sem maður svona sá hoppa svona glúk 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 og svona svo skaut hann píu 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 Ég held að ég hafi verið í þessum leik líka Já, En ábyggilega sko í Atari-inu Ég var með Atari og Commander 64 sko. Commando, nei Commander Var það Commander 64? Já. Ok Já. Maður setti kassetin í 15 mínútur að lótast maður ekki alveg, og sér bara failed, try again maður alveg, no way Samt á þessum tíma bara, what a time to be alive Já, sér fór maður fyrsta minningi minn er einmitt af Risk tölvuleik og þá var einmitt svona, Óli Príkallar og sem skip og eitthvað landi það var mjög skemmtilega leikur það er alveg bara mín allra fyrsta minning Já, ég mitt til út þröstur talar floppy diskin, það myndi mig á við vorum heima hjá vinum mínum við vorum ennþá í grunnskóla ég man ekki, kannski 91-2 eða eitthvað þá stálustu stundum í leik sem hann pappans átti sem var Leisure Suit Larry Já, ég er oh my god Munið eftir honum já Það var alveg Var þetta ekki enga spæri? Nei, þetta var eitthvað svona perrakall Já, var hann ekki Ég man það Ég ekki minnir þetta var enga spæri sem var eitthvað svona, hann algjör perri Já, síðan þegar hann var að ríða konunum þá var alltaf censored já kom svona svartu kassi akkurat. og síðan alltaf svona Já. var alltaf að ríða þeim og ég var bara oh my god svo kom endurgerða þessum leik fyrir PlayStation 3 held ég Já, það Já, og mamma fór eitthvað tíma til Nýfundarlands ég sagði, mamma, en að kaupa hann að leik fyrir mig og svo kom hún tilbaka með helvítis leikinn Þröstur viltu vinsalast aldrei beðið maður að kaupa svona aftur maðurinn í búðinni spurði mig, er þetta fyrir þig? Ég sagði, nei, þetta er fyrir strákinn minn það er gamall Alveg geta keypt beðin að kaupa bara Hesslarblaðið þetta er einmitt sko þegar maður talað að vera með svona ungur og kemur eitthvað svona dæmi inn og Daði gefur Einakarli þegar hann var 9 ára eða eitthvað Grand Theft Auto 5 Ok og í jólagjöf og ég eitthvað, við eitthvað bara já, þetta er bara klessa á fólk og skjóta það, var ekkert pæk, vissi ekkert mikið ég veit ekki enda mikið Nei og sem voru eitthvað að spila þetta og sem kemur gaurinn, redneck-gaurinn og hann að ríða konunni sinni í eldhúsinu og svona frís og Einakarli Jesus ég var alveg bara æskan ónýtt maður já, ég veist, hann var að taka hann aftan frá hún eitthvað eldhúsborðinu ég var bara, skotinn sakleysið farið maður já, ég var líka alveg en þetta GTA franchiseið er eitthvað svaðalegt dæmi sko. Já mér fannst fyrstu GTA mjög skemmtileg þegar maður horfir ofan á Já síðan var maður með eldvörpina Já, akkurat og síðan inn í sportbílana Já, ég spilaði það mikið sko Já, ég líka og líka síðan GTA San Andreas á PlayStation 1 eða ekki það var 2 held ég mér fannst það mjög góður ég eiginlega droppaði honum og ég spilaði Vice City miklu meira sko.
ég bara Það var 80s, ég elska 80s Já, ég held að allir vita að þú elskir 80s En síðan sko hérna þegar maður var lítill sko, áttu þið Gameboy Já. Ég man bara, ég var mitt eitthvað 8, 7 eitthvað Mamma kemur með Gameboy að utan og ég var bara Paperboy henda hérna geggjað Já. Mortal Kombat maður Já, líka, hvað heitir karatugörarnir? Það var 2 karatugörar sem er svona Double Trouble Já, nákvæmlega eitthvað svoleiðis. Síðan hérna mér fannst það geðveikt sko. Turtles og svona Og svo náttúrulega bara Mario og Tetris, maður spila mikið Tetris Það líka, maður var bara stöðugt Já. Síðan fekk maður hérna linsuna Já, svona með stækkunargleri og ljósi og eitthvað akkurat með accessories Nákvæmlega Þetta er eitthvað svo flottasta uppfinning sem hefur komið með Þetta varð svo vinsælt að hálfa verið hellingur Já. En forverið þessa er náttúrulega öll þessi litlu handheld spil en muni eftir þessum ílungu kubbunum sem þú gast opnað og þú varst með skjá í efri og skjá í neðri Var það Sega? Nei, veist, Þetta kom líka frá Nintendo Þetta var Donkey Kong veist, þetta var Já Þetta var þannig leikur Já veist, það var bara einn leikur í hverju boxi Alveg rétt, all levelin sem sagt, allar hæðirnar voru bara fastar á skjánum og það var bara kallinn og eitthvað sem að hreyfðist en ég man eftir þessu núna það var, wow Veistu það, kona mín hún á fullan poka af þessum spilum og ég er svo að reyna að fá eitt bara til þess að fá tilfinningun aftur mér fannst þetta svo skemmtilegt Þetta er eins og með Nintendo ég á enda eftir allt sem konan á ég líka hún á þetta og við fórum daginn og tengdum þetta ógeðsla fucking gaman Original Nintendo NES blása í hilkið og allt þetta og þetta er svo gaman en krakkarnir er alveg bara svona bara, finnst þið þetta gaman? Það er ekki hægt að þetta save eða neitt alltaf á fucking byrjun maður er komið svo langt akkurat síðan, ég man bara þegar maður var yngri bara ekki slökkva á tölvunni síðan kom maður heim úr skólanum bara hvað rauða ljós er þetta blub bara í marga daga bara í hálfar ég var farin að setja eitthvað dót fyrir þannig að ljósið sæðist sníki Já, en þeir eru krakka á þú veist, okkar barna aldri þá er þetta bara eins og þegar við vorum að sá foreldrar okkar hlaupa niður götuna með svona reiðhjóla gjörð og prik skilur eitthvað, þá bara þetta var vængiðin Þetta er ekki leikur Nei, veist, síðan kaup ég litlu Nintendo sem er með öllum leikjan Já 300 leikir eða eitthvað og við prófum það og jú, þetta var fínt þarna, gafði mig jólugjöf eða eitthvað þetta var fínt í viku sem var bara var ekki alveg ég veit það þetta er ekki nógu flott sko. Nei. Grafíkin er ekki þetta svo sama og svo einhæft líka mikið af þessu leikjum sko. Ég veit það, þetta er alltaf alveg það er bara að gera það sama aftur og aftur og það verður bara erfiðara og erfiðara það skilur við eins og í Nintendo, ég man eftir Aladdin mér fannst það geggjaður leikur grafíkin svo flott teiknaða mun eftir því mér fannst það geðvegt síðan náttúrulega Mario Bros og Duck Hunt þetta voru 3 geðveikileikir Byssurnar maður hundurinn fokkar að hlæja mér ég var búin að gleyma hundurinn helvítist tíkin maður Duck Hunt var eitthvað skemmtilegast efer sko. Já, það er náttúrulega bara braut alveg allt sko þegar maður er lítill pjakkur fær eitthvað byssu í hendina þessi byssu virkar ekki á flatskjáðu Nei, ég veit það verður að vera gler túbusjór ræðilegt allavega í dag maður ábyggilega til eitthvað
sambarilegt sem virkar sko Já, reyndar En síðan ég man eftir munið eftir Wolfenstein Já, Þegar Wolfenstein kom Wolfenstein 3D líka kom sem það Aha. Já, var það ekki Já, tölvöld setna Já, Wolfenstein og mér fannst það bara, veist, að vera með byssutna mér fannst grafikinn svo geðveikt og svo var brútal bara svona blóð og veist, þegar maður horfður þetta núna maður hvernig horfði ég á þetta akkurat hvernig fannst mér þetta að vera bara shocking Akkurat og nú sko, við sem spilum Wolfenstein í gamla daga svo kom Doom Já, hann kom á eftir Hann kom á eftir Já. með miklu flottari grafík Já en sem alveg hræðileg Vonlaus og Doom var geðveikt Já, þannig að maður bara ímynda sér, þú veist, hvert þessi tækni eiginlega fara og nú erum við búin að upplifa svolítið sko, hvernig grafíkin í leikjum er búin að þróast frá því að við vorum litlir og PlayStation 5 í dag er orðin alveg klikkuð eins og God of War nýjasti leikur Ragnarök klikka flottu leikur Já, ég er bara sér brot úr honum, ég er ekki búin að spila hann sko, ég er að spila í dag Assassin's Creed einn af nýjustu leikunum Það er líka rosalega góð leikir Ógeðslega flotti leikir sko Þannig að, já, þetta er tröflun ég sko þarf eiginlega að kaupa með fleiri leiki sko. Já, hvernig væri það? Eitthvað annað heldur en Rocket League og NBA Nei, ég veist strákurinn minn er í NBA en ég er alltaf í Call of Duty sko. Já, ég er enda að fíla þá líka sko Ég elska Call of Duty Ég get ekki spila Call of Duty í PlayStation Okkur ekki Það er eitthvað í þumlunum á mér sem er ekki til staðar til þess að geta spilað hann leik en á PC þá get ég það Ok Alveg, þar er ég bara fín, tjóðlítið góður sko Tjóðlítið spes Já, Þú ert spes við erum allir spes Þetta er eins og veist, í Call of Duty ég man þegar þau komið fyrst með Call of Duty Zombies Já, geðveikt það er eitthvað sem ég bara elska já, þú vinnur ekki leikinn nei, þú bara fucking deyrð á einhverju Já. tíma bara veist, halda út sem lengst akkurat þetta er geggjað Það er ógeðslega gaman sko og sko dóttir minn er búin að vera alveg bara ég verð að spila ég leið ok, fæn, bara á ammælinu þínu Já. og hún alveg, já veist, öll fjölskyldan að spila saman og voru öll fjölskyldan saman sko í Zombies geðveikt dóttir mín er náttúrulega bara snæper í lít sko Ok hún bara tjaka, headshot bara tjaka maður ekki alveg Og hún er hvað gömul? 9 bara hellað bara Wow hún er helluð sko. Efnileg, ok já, núna er þetta bara drof létt maður ekki, what? bara, hvað meinar kannski þarf maður að einhverja hræðilega leiki Já, en maður þarf að hafa þolinmæði í zombies Ég var rétt stemdur í það sko annars springum maður bara smástund er það máli? Já er þetta svona óþólumöður? Sko, ég var mikið óþolinmæður heldur en ég er í dag sko Þannig að, þú veist, ef ég dó, þú veist, á einum við 2 mínútum þá var ég bara, aldrei aftur Já, það hjálpaði að hætta á kókainu, sko Já Nú er það bara opium Já, nú er það opium, róum þetta niður Jesus Ég veist, þetta er ég er reyndar veist, við erum að spila Rocket League Já Svolítið mikið Já, en ástæðan fyrir því veist, maður er ekkert að keppa lengur veist, ég er ekkert Keppa lengur? Já, veist, maður var að keppa þegar maður er yngri bara, veist, í íþróttum Já, íþróttum, já, sorry, ég glemdi að segja það Já og ég saknaði ógeðslega mikið að vera með svona keppniskapið ég er mjög ógeðslega mikið keppniskap Já Það er svolítið ég er mjög þannig sko. Já og þegar maður er að spila hana og kannski að keppa síðan eru einhverju svona assholes sem eru að keppa á móti og sem eru eitthvað, veist, buggamann Einhverju 8 ára krakkar í Indonésiu eða eitthvað örglega Já en veist, ég veit það ekki veist, Nei. ég næ ekki að verja og þeir eitthvað what a save, ég er fokka mellaðum bara, þú veist og stundum og þegar maður er að keppa og einhverju svona bú bara herru og sér heyrist í konunum minni matur, maður er ekki alveg fuck, það er fast
bara slekkur á eldrauður í andlitri eldrauður sko, þá meina ég eldrauður og þegar ég segi ekki mikið og alveg svona augun og popp út úr andlitinu á mér sest við mataborðið, heyrist í konurinn mér einhver 10 ára krakki að fara illa með þig ef börnin væri hérna þá þetta svona það verið að jarða mann þegar maður niðri sko þú alveg ekki sko byrjar að víbra bara já, síðan maður alveg nei, og ég meit með gaffalín fucking en ég þól ekki svona hvað segir maður, toxic fólk í leikjum og þetta er svo sjúklega fyndið út af því að Birkir hefur verið bannaður í nokkuð skipti núna fyrir dólgshátt ég svara stundum sko þeir eitthvað ég eitthvað bara I hope you die banned komin í bann maður eitthvað ég misti mig aðeins þannig maður alveg fuck you motherfucker pussy motherfucker ég er þannig sko ég er alveg brjálæður en Rocket League er tölvuleikur og þetta er með þeim skemmtilegri tölvuleikum sem ég hef spilað já, hann er alveg fín en aftur, þetta er svo repetitive einhvern veginn, ég bara já, en það góða er að við erum að spila við erum yfirleitt 3 að spila já. og ég Birkir og Daði og þetta er líka bara upp á þú veist, við ná hreyfingunum einhvern veginn saman, ná að senda boltan á milli einhvern veginn fallega og drekka já, sjálfsögðu og hlæja kona mín er alltaf sko stundu þegar ég kannski inn í skóm með bumbun úti og svona þröngum ból með headphoneuna og notum benni, ekki bjór heldur búblur alltaf bara classic og Þórun horfir á mig bara sexy já, akkurat Mækali 43 ára gauð bara bumbunni spila og rífa kjaft í strákana já, einmitt ég er að segja það sko ég ætla að kaupa handa þér í svona japanskan kimono það sem þú getur setið í kimonoinum svona stuttum já, það var stuttan já en að kúlunar svona lafi einhvern veginn bera neðan það væri og það getur setið í honum að spila Rocket League og dissa 8 ára krakka í Indonesia ég ætla að vera í hérna G-streng innanöðir þegar ég beigi mig niður eftir einhverju þá svo liftist og sést none please oi, bara líka greið krakkandi maður klukkan 6 daginn eða eitthvað nýkomin úr vinnunni strax síkum láti pappa vera veist, hann er komin í game chair hann er bara private time rífa kjátt nei, þá var kona mín bara lady boner out já, klárlega hann var í þannig sko klárlega ég ég skoðaði svolítið svona furðulega töluleiki furðulega? Já, geðvikt sem er bara svona fucking why, þú veist það var einhver leikur þar sem að þú ert eitthvað svona skrimsli sem að étur rusl og eitthvað og það bara leikur gengur út af það og þú lappar borða rusl en þú borðar ferskt rusl þá deyrðu hvað kallast ferskt rusl? I don't know, ekki bakað rusl eða eitthvað eldað rusl, ég veit það ekki þokkalega random græmiti sem er ekki fallið á tíma en þú hendir því samt það er ferskt rusl já, ok svo var annar leikur svona, fullt af svona biblíuleikjum til sérstaklega Nintendo gamlu Nintendo biblíuleikjum? Já, akkurat, ég spilaði einu svona eitthvað biblíuleik og frelsaðist? Nei, alls ekki varst alveg, this is God já, ég minni mér að segja að það hafi verið þessa leikur sem ég fann, það var Nói á örkinni já öll dýrin og örkinni voru eitthvað pyrruð á að var húkin í litla bát þannig að hann gekk með tegjubissu og ávexti og svo var að skjóta á öll dýrin mataðu já og hann var bara að skjóta á þau eplum og tómutum og eitthvað þannig að dýrin sopnuði bara í eitthvað svona foodkoma it's biblically fun já, akkurat og þetta var eitthvað svona biblíuleikur en furðulegasti leikurinn sem ég fann heitir Takashi's Challenge já, þetta er sem sagt þetta er einhver frægur gaur í Japan sem heitir eitthvað Takashi og hann var fengið til að búa til tölvuleik hann vildi það ekkert en bara
bátar af peningum og eitthvað bara ok, fæn leikurinn sem sagt gengur í lausu út á það að þú missir vinnuna svo fyrir konaðinn frá þér og þú dettur í það og endar á því að fara í stríð í Yakuza What the fuck? og hérna já og þetta var á einhverju sérstöku game, einhverju tölvu skilur einhverju sérstöku tölvu og hérna þú átt sem sagt einhver staðar í leiknum átt að fara í karaoke og þú átt að syngja í einhvern mikrofón sem á tölvunni og tölvuleikurinn ákveður hvort þú sést nú góður eða ekki ef þú ert ekki nógu góður þá ertu bara að gera það aftur og aftur og aftur Oh my god og ef þú færið sem sagt bara ok, good enough þá færðu eitthvað fjarsjóskort nema það með hérna svona invisible ink eða ósynlega bleki Já. og það ertu að bíða í klukkutíma eftir að það kom í ljós það sem á kortinu ef þú ítir á okkur takka og innan við 60 mínútum þá fer það aftur í karaoke challengeið og hann bara leikurinn gengur út af það að gera leikmannin eða þess að spilaran eins miserable og hægt Oh my god og gæinn bara augljóslega bara ég vil þetta ekki en þú veist ok, skal búið til tölvuleik og ég ætla bara að búið til leiðilegsta tölvuleik í heimi Vá hvað þetta er geðvikt, konan kemur heim alveg bara you're the one alveg hvað ertu að gera, ég er að reyna að komast á næsta level og varst að trubla þetta er alveg ömulegt og já, svo var eitthvað geðveikt anticlimactic sem sagt endirinn á leiknum líka og eitthvað, ég mæli með að fólk fletti þessu upp Takashis Challenge, þetta er meiri áttar sko. geðvikt Þetta er áhugavert já. Það var skelfilegt sko. Það er fullt af svona einhverjum skrýtnum leikjum veist, ég væri alveg til í að vera með veist, svona, spila svona Jesus leiki Já ég þarf að frelsast það sko. Já Ég er alveg til í það Ok, Er það ekki? Jú. Er það? klálega Er þú ekki til í það? En hvað vinsanlestu leikirnir allra tíma? Vinsalestu eða mest seldu? Já, mest seldi er Tetris, alveg 100% Það er 100%, það er alveg það Sko, ég var með Og ég myndi halda að Minecraft væri nummer 2 sko. Hann er nummer 2 Er hann nummer 2? Já Ég er með lista, stráka minni Ertu með lista? Ok lista. Sko, það er Tetris Já með 520 miljónir eintaka Holy shit og eftir því er Minecraft í öðru seti með 350 miljónir eintaka Svo er GTA 5 með 215 Þú veist, þetta er alveg svo rosalega tölur þarna á milli Já. Rosalegar En Tetris er búið að vera síðan sko 80 og 84 er það ekki? eitthvað svo leis Er það ekki? Já. Minni það Ég manna það ekki maður Og svo er hérna bara, svo er Wii Sports og hvað heitir það, PUBG PUBG Er það eitthvað svona publeikur? Já, Það bara að drekkur Nei, það er svona Þetta er Player Unknown Battlegrounds Já, það er hérna þetta er svona eins og samblanda af Fortnite og Call of Duty Já Er Call of Duty ekki á þessum lista? Trúið því ekki Já, þú ert með sama listu Já. við síðan Nei, sko, já, það er náttúrulega rosalega high selling sem sé brand en Já. hver einstaki leikur Já er minna í sölu heldur til að komast inn á top 20 sko. Já, megasens En veist, eins og mig hérna Minecraft myndina núna hún sem bara, allir voru bara nei, veist, hún bara gekk mjög vel fannst mér veist, Já. veist, talandi veist, myndir úr tölvuleikjum veist, þá held ég, er ekki Minecraft Jú. alveg bara toppurinn, eða var það Mario í fyrra Mario Bros myndin í fyrra, eða hitti fyrra Ég held að Minecraft sé búin að sprengja það sko Síðan þetta með sama fokkin leikarinn í báða myndum Já, Jack Black Já, já, Náttúrulega er allstaðar í dag sko hann er alls þar Já, hann er svona lovable fatty já hann er það Það er hann hvort hann eða Kevin Hart Já, einmitt Þeir eru í svona flestu í dag sér, náttúrulega hérna Tomb Raider Já, Það er svo leiðilega leikir mér fannst það alltaf í lagi sko mér varst fyrstu leikirinn góður sko. Já, Veist, bara út af the ass and the boobs já pointy boobs hann og þrýðnings ég var alveg Sexy og Kardashian rassinn hann Já, einmitt og þegar Angelina Jolie kom í Tomb Raider Full komið kast sko Já, ef eitthvað var gott þá var þetta besta kastið í heiminu Bara, já, þetta var no-brainer sko maður bara
veist, ég man ekki eftir myndinni, ég man eftir henni Já. sko. Þetta var léleg mynd sko Ekki sérstaklega góð en með taglið og þess að 2 lokka niður Og byssurnar hérna niður og lárunum eitthvað staðar já, og byssurnar á bringunni Þessi Halloween búningur er slæðir ennþá í gegn held ég sko Þórum var hérna svona það ekki. fyrir nokkrum árum og þá var ég að sauma hérna byssubelti fyrir hana Ok, það sauma byssubelti ok, side story The things we do for love já, ok, svona story time það var hérna það var svo farulegt sko þetta sýni hvað er hérna bara heimilisaldi hérna bara í hnótskurn Þórum var eitthvað, mér vantar hérna byssubelti ég skal sauma byssubelti fyrir þig og hérna á meðan var ég að horfa á hérna Vampire Diaries Oh my god að drekka kokteil og Þórun var að horfa á Die Hard að drekka bjór og ég var að handsauma byssubelti fyrir hana Þér er skipt út Birkir Við viljum fá Þórunni með næst ég var alveg bara svo var ég bara, oh my god ég ætla ekki að segja neinum þetta amen Nú veit allir 2 hlustendundur okkar að þessu hvað er hérna hvað er svona versta hérna bíómynda tölvuleikja er það Mario fyrsta? Nei Mér fannst hún skemmtileg Mér fannst hún sínum tíma. Já, hann hérna Hoskinsk og hérna Leguizamo Já, Leguizamo, elska hann hann æðislegur Mér fannst þetta hræðilegt en það risaðurlutna með litla hausana maður eitthvað bara hver Þetta átti að vera silly mynd sko. og þetta var silly mynd Já. og þetta er bara orðið svona klassíkjar núna Já, ég fannst hún skemmtileg Mér sko. finnst það mjög skemmtileg Já, okay. sko, enginn sem er dættur í huga akkurat í augnablikinu Sko Prince of Persia með hérna Jack Gyllenhaal mér fannst hún rosa fín Já, mér fannst þetta bara svona ekta ævintýramynd einhvern veginn já, Ég er eftir að sjá nákvæmlega Hún bara fín sko og meðan leikirni voru svona þeir voru bara fínir líka Já, ég gæti alveg spila leikina ég nefndi ekki að horfa á hana ég fæði svo miklu minni máttakendi að horfa á hana svo falliður Já, ok með apps og eitthvað og ég kalli Hann er ekki með apps allan daga sko Lofa því Nei, þú veist, það er samt alveg marga góðar Þú veist, Resident Evil ef ég er gaman að myndunum? Já, þær eru hræðilega fyrsta myndin var góð já, og síðan var bara downhill from there reyndar En það er bara Mila Jovovich finnst þér hún alveg bara Hún er svo gorgeous hún er svolítið sæt sko Hún er gorgeous, ég er bara frá Fifth Element ef ég verið ástókin af henni sko hún er mjög flottar en Mortal Kombat myndin hérna fyrsta Já, hún var svolítið léleg sko tónlistin var geggjuð já, tónlistin var ekki í lokin Mortal Kombat Já. Veistu það En þá gæsa þú sko að geggjalag Já, ég fór í bíón ég var já bara geðveikt Hún var testosterón sprengja sko En minnum mig á Street Fighter með Van Damme og hún var slæm Hún var vond hún var vond Hún var hræðileg líka bara, veistu, þetta átti frekar að vera G.I. Joe mynd sko. Já, finnst mér, út af því karakterinn voru einhvern veginn þannig út af því að þeir voru ekkert fights Já. það var ekkert nei, nákvæmlega þú veist, það var bara, hún var illa leikinn Þú veist, jú, Van Damme átti alveg heima í þessari mynd á þessum tíma en vondi kallinn hérna sem er í Addams Family Raúl Julia já, Já, var þetta ekki senasta myndin hans? jú, alveg rétt hann var bara að berjast R.I.P. við krabba með þessum tíma Já, og hann tók þátt í þessari mynd bara út af því að krakkarnir hans fannst svo gaman að leikjón þannig að hann vildi svona gera þetta fyrir börnin sín good guy Adams maður já, good guy Adams Já, rest in peace Já, en hver er besta svona mynd úr tölvuleik? á okkar mati já, veitir þið það? Nei, nei, ekki heldur þess að spyrja já Þú veist, þú veist, fyrsta sem dettur í huga er Resident Evil já, af því að ég spilaði leikina ógeðslega mikið, elska leikina og mér fannst bara myndin, allavega fyrsta myndin ná bara svolítið svona essensinu þú veist, maður varð alveg pínur hrættur stundum og eitthvað svona skilur þannig að, já,
Ég ætla að segja hún þangar til með dettur eitthvað annað í hug Æ, líka Já. Og hérna, Stela svarinu mínu já, ég ætla að stila því Ég ætla bara að vera sammála Já, Það ekki? þá erum við bara segja allir saman Ok Er þetta ekki bara komið í dag? Eða ertu með að lista það? ég hérna Við datt í hug í gærkvöldi bara, ég ætla að horfa á hérna heimildamyndina King of Kong King of Kong King of Kong King Kong Já, Minnið eftir leiknum King Kong já Nei, hérna Donkey Kong fyrir ekki Donkey Kong já, já. King Kong Nei Donkey Kong leikurinn sem er King Kong Nei Ég er að fyllast þér Oh my god Mér langar bara Sjá hversu lengi ég myndi ná þessu Idiot Nei, Donkey Kong Sjá svipina þau bara Oh my god Er hann að fá heilablóð? Já, einmitt, aftur hérna, Það kom sem sagt heimildamynd Já. sem heitir bara King of Kong Já. og fjallar þú veist, að einhverju hluta til hérna, gæjan sem að vann er bara, þú veist, the king of Donkey Kong sem að bara heimsmeistari í Donkey Kong Já. og hérna, ég fann myndina á YouTube og hérna, byrjaði að horfa og það sem ég skrifaði Billy Mitchell, það er sem sagt þessi Donkey Kong champion pervert looking og svo sopnaði ég Þetta er að eina sem ég skrifaði niður Billy Mitchell pervert looking og hann er creepy gaur look it up en já, annars hef ég ekkert meira það að segja Endum að þessi var þetta ógeðslega góður Takk fyrir komuna Takk fyrir, Bye.